Jæja, núna að færast fjör í leikinn í tvíbandaprjóninu sem breytist í þríbandaprjón. Það sést komin hérna þriðji liturinn. Ég ætla að halda uppteknum hætti að setja öll böndin upp á fingurinn. Þá hef ég það þannig að liturinn sem algengastur, hann lendir efst. Sá sem næst algengastur, hann lendir neðst. Og súkkulaðið í miðunni, sá sem hvorki, sá sem minnst að gera. Hér set ég aftur fingur á milli til að aðskilja böndin og nú það baugfingur og langatöng. Þannig að baugfingur fer hér og langatöng og pínu svona trikki í. En ég hef það þannig að bæði aðalbandið eitt hérna fyrir ofan liðin og hin tvö eru hér. Aftur þá þarf að passa að þessi hluti hér sé strekktur og ekki síður núna heldur en þegar maður er með tvö bönd, því að ef maður leyfir þessu að verða svona þá liggja lausuböndin strekkt á bakvið og það verður til rykking sem erfitt að losna við. Nema þeir ekki upp sem enginn vill gera. Þannig við höldum þessum kafla alltaf strekktum hægri hendinni. Notum til þess jafnvel bara baugfingur og litlafingur, ítum þessu svona jafnóðum eftir því sem að prjónast. Nú hérna megin allt galleríið og það ekkert voðalega gaman að vera að stilla þessu upp oft, þannig að ég geri það svolítið að ég bara toga í böndin með hægri og laga þau til hérna og tékka á því að þau séu hæfilega strekkt og maður nær sér í lykkjur hérna megin. Núna á ég að gera 6 brúnar og ég geri eins og áður að ég geri 1, 2 og 3 og svo fer ég undir báða þessa sækibandið yfir báða hina sækibandið og klára mína 6 lykkjur. Nú þá komið að miðjulitnum, sækja hann og svo prjóna ég þessa 2 algengari, þetta áttu nú víst að vera, ég gerði aðeins svo margar lykkjur, svona, 6 stykki, þá kemur hér svarti, 2 svona hvítur og aftur svartur og svo kemur, núna koma, held ég 7 lykkjur, 1 og 2 og 3, 4, 5, 6 og 7 og þarna fór ég undir og yfir og hér kemur bara 1 svört. Nú þetta fyrir eitthvað svona einfalt munstur hvað það varðar að það 1 aðallitur og 2 aukalitir. Þannig að það yfirleitt aukalitirnir sem að lenda hérna í vindunni. Hins vegar þá gæti það verið þannig, og ég ætla bara eins að feika það, að ég sé núna að fara að gera rosa mikið af hvítum. Ef ég geri það, þá þarf ég að vinda þessa 2. Og þá fer ég og ýti þessu bandi upp fyrir og sæki það. Og svo sæki það hérna niður fyrir. Þannig þá fer maður í raun og veru í hina áttina. Og ef ég held áfram núna að gera efsta litinn, 1 og 2 og segjum að ég vefja hér og vefja hér og halda áfram og svo bara geri ég 1 svartan fyrir upp á punti að því hann á má vera með og svo ætla ég aftur að nota neðsta litinn og þetta ástæðan fyrir því að ég set þann sem annarkvort jafn mikið notaður á þessi eða í það minnsta meira notaður heldur en miðjuliturinn að því þá verður hann líka svona vindulitur og það er best að hafa vindulitina á öðrum hvorum endanum vegna þess að þá getum við að fara yfir báða hina í einu og núna í staðin fyrir að fara hérna undir og sækja brúna þá ég að fara að sækja hvíta og þá þarf ég í raun og veru að sækja hann ídónum aðeins hérna upp fyrir og sækja hann hér. Þannig að prinsipin eru þau sömu, ég að strekkja, ég að vinda og ég að halda öllum spottunum á þessum hérna finguri
og vinn með sem sagt alveg eins og ég væri með 2 bönd nema 3. bandi bætist af og til inn í. Man gæti verið að gera raun og veru, þú veist, hvaða samsetningu sem af munstri, en þegar þarf að búa til vindu á bakvið, þá best að fara, þá það annarkvort efsti liturinn, hann auðveldastur að vinda því maður getur bara sótt hann með prjónunum. Það aðeins erfiðar að vinda neðsta litin og þess vegna hef ég hann svona sem lit númer 2, ekki alráðandi litin, heldur svona næstráðandi. Vegna þess að þegar ég fer með hann þá ýti ég honum undir hinn 2, sækjan undir og tek hann síðan hinum megin við. Og þetta kannski kallar á pínu æfingu og það sem líka lykilatriði hér að vera duglega að strekkja á þessu bandi, vegna þess að það alltaf auðveldar að vinna með vel strekkt bönd heldur en að vera með einhverja langa gaura sem ég að reyna að meðhöndla. Það gengur ekki, þannig að strekkja vel og en ég sjálfur sér hér sko með því að vera með þessa 3 spotta svona, þá get ég verið að vinna með á alla. Það aldrei neitt að gerast fyrir neðan, ég er alltaf bara með, þú veist, þeir liggja alltaf eins, það er engin flækja að verða á milli hnyklana. Þeir eru bara að skiptast á megin og renna að öðru leyti bara flækjulaust framhjá. Þannig þetta er eitthvað til að æfa. 3 banda prjón með allt á einum putta. Það ekki?